Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og ertu velkomin í þátt númer 4. Já, þetta er þáttur 4 af þessu hlaðvarpi. Ég er búinn að taka eftir því að þættirnir hjá mér, allavega síðustu 2 þættirnir, hafa verið nokkuð langir, allavega aðeins lengri en ég hafði ímyndað mér að þeir yrðu. Þannig að ég ætlaði að prófa að hafa þennan þátt aðeins styttri og kannski að sleppa því að hann sé með ákveðinu þema. Það er að segja að hann sé í rauninni ekki neitt. Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og Seinfeld þáttur þessa hlaðvarps, að vera með þátt ekki neitt. En ég vildi bara sjá hvort að maður næði að búa til þátt sem að væri gagnlegur, sem að ekki beint með einhverju ákveðinu umræðu efni. Þannig að ég ætla bara að tala einhverja einfalda hluti. Ég veit ekki með þig, en það er miðvikudagur hjá mér þegar ég er að taka þennan þátt upp. Nú veit ég ekki hvað þessi þáttur fær að vera til lengi á netinu, en við erum komin í september 2024 þegar ég er að taka þennan þátt upp. Það er ennþá ógeðslega heitt úti. Það er að segja veðrið það er mjög heitt úti og veðrið er mjög gott, sem að ekki eitthvað sem venjulegt á Íslandi í september. En ég bý nú reyndar ekki á Íslandi. Ég er fluttur til útlanda og reyndar búinn að búa ágætlega lengi í útlöndum. Ég flutti út til að fara að læra í háskóla, en ég festist eiginlega bara svolítið úti í útlöndum. Ég segi það ekki að ég sé orðin einhver fangi eða að það sé mér ómögulegt að flytja aftur heim. Mér finnst bara mjög fínt enn sem komið að búa í útlöndum. En nóg mig, ég ætla ekki að gefa netinu nægar upplýsingar til að ég fari að doxa sjálfan mig. Og nota bene, að doxa ekki íslenskt orð. Það netmál sem að hefur ekki fengið íslenskt orð ennþá. Það aðeins að ángra mig af því að ég sé að það alveg einhverjir sem að hlusta á þetta hlaðvarp. Ég fæ alveg að sjá að það einhverjir tugir manna sem að að hlusta á hvern þátt. Og ef að þú ert einn af þeim, takk kærlega fyrir að hlusta. En það næstum því engin leið komin fyrir mig til þess að verða hluti af neinu samtali með þeim sem að hlusta á þáttinn. Það ekki kommentaþræðir eða spjallhópar sem að verða til strax án þess að ég hreinlega búi þá til. Og það fyndna að ég get ekki einu sinni spurt þig sem ert að hlusta hvað þér finnst
að ég ætti að gera. Því það er bókstaflega engin leið fyrir þig til að hafa samband við mig. Því ég er ekki með tölvupóstfang þáttarins eða með Facebook síðu eða YouTube rás einu sinni til að spyrja þig hvað þér finnst að ég ætti að gera. Þannig að ég held að næsta verkefnið mitt varðandi þetta hlaðvarp fyrir utan að sjálfsögðu að halda áfram að búa þættina til sé að finna einhverja góða leið til þess að búa til samfélag í kringum þáttinn. Þannig að það sé leið fyrir mig og ykkur sem að eru að hlusta til að vera í einhvers konar samskiptum. Og þá getum við rætt eins og hvaða atriði ég ætti að tala hvort það sé til einhverjar betri leiðir til að hjálpa ykkur að læra betur eða að þjónusta ykkur betur. En þegar ég ákveð að búa eitthvað til og eitthvað verður orðið til, þá mun ég að sjálfsögðu deila því með ykkur með því að setja það inn í lýsinguna á þeim þætti þar sem að ég tilkynni breytinguna. En ég ætla ekki að hafa þáttinn lengri heldur en þetta. Það var eina markmið þáttarins að reyna að tala ekki neitt og að hafa hann styttri. Þannig að ef að þú hefur náð að hlusta svona langt, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst, takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.